Skrýtlu og Súma. Góða kvöldið, kæri vinir og vinkonur. Halló, ég heiti Súmi. Og ég heiti Skrýtla. Og við erum hingað komin til að veita heiðursverðlaunin, sem eru þetta langbestu verðlaunin. Já, svo sannarlega, við Skoppa vitum nú allt það. Takk fyrir okkur hérna í fyrra. En svo ég segi nú ekki of mikið, en þá heiðursverðlaunahafinn í ár engin venjuleg kona. Nei, hún meira svona ofurkona, því ég held hún gæti fengið allan heiminn til að hljóma í kór. Já, það sé bara rétt hjá þér, Súmi. Mjög vel á orði komist. Við skulum horfa. Tóta náttúrulega náttúruafl. Hún alveg einstök. Ég man svo vel eftir því að ég var krakki. Ég flytti í Kópavoginn til 10 ára. Hún var tónmenntakennari og ég kem þarna og hún svona ákveðin og hress og ég man eftir að ég var alveg heillaður og þegar hún að kenna tónmennt að þá einhvern veginn hún náði okkur svo ótrúlega til sín með fræðslu tónlist. Hún hefur einstakt lag á því að ná til barna. Tóta mjög hress og skemmtileg, ákveðin, hlý og góð en líka metnaðarfull og ströng. Þannig að blandast svona eitthvað góður balans af metnaði og gleði. Árin í Kársneskórnum voru frábær og ég gleymi því ekki að ég hafði svona, ég áttaði mikið á því strax. Ég hafði samt mjög snemma, mjög mikið metnað fyrir því sem við vorum að gera. Þetta var einhvern veginn bara skemmtilegustu tímarnir frá byrjun. Í kórnum eignast ég náttúrulega líka bara mínar allra bestu vinkonur og vini. Þannig að þetta var náttúrulega mjög dýrmætt fyrir mig að alast hérna upp. Kórferðalögin stóðu mjög upp úr og þetta náttúrulega líka bara frábær vettvangur til þess að umgangast krakka á sama aldri og reyndar líka eldri og einhvern veginn bara, læra að vinna þessu eina verkefni saman og koma úr öllum áttum og allt þetta. Við vorum að syngja um allt, við vorum oft að fara út úr skólanum til að fara í verkefni og alltaf vilji hér innanhús til að leyfa krökkum að taka þátt í verkefnum af því að þetta bara svo mikið nám sem felst í því að fara og koma fram, magnið af lögunum og textunum sem við fórum í gegnum á þessum tíma. Ég skil eiginlega ekki hvernig við bara gerðum þetta. Það má eiginlega líka þessu við bara til dæmis þegar að full kirkja fer með faðirvorið. Þá allir að segja það sama og tala sig inn í hvort annað. Þannig að þetta hefur einhvern töframátt. Þetta bara ótrúlega einhvern veginn dýrmætar minningar sem maður á með sínu fólki. Tóta áhrifavaldur í mínu lífi og hún sú sem einhvern veginn komir í þessi vitleysu. Það má eiginlega segja það, Heiðurslistamaður ársins Þórunn Björnsdóttir. Segðu okkur frá Tótu. Og hefur alltaf haft áhuga á tónlist? Já, best í heimi fyrir mig var að þegar ég var 12 ára, þá fór ég í skólahljómsveit Kópavogs og lærði að spila á klarinett. Allt í einu uppgötvaði ég hvað var gaman að vera með 50-60 öðrum krökkum og við vorum öll að spila sama lagið og allt í einu hljóma allt svo fallega. Maður var bara svolítið rockstjarna í skólahljómsveit Kópavogs og mig dreymdi alltaf að vinna við svona þegar ég yrði fullorðin. En af hverju varstu kórstjóri? Það var vegna þess að þegar ég fór í tónmenntakennaradeild að læra að vera tónmenntakennari, þá var ég 21 árs og þá hringdi skólastjórinn og sagði þú átt að mæta í Kársnesskóla og þú átt að stjórna kór. Og ég sagði, ég kann ekki að stjórna kór. Veistu hvað hann sagði? Þá verður bara að læra það og svo var ég bara næstu 44 ára að æfa mig. Hvað skemmtilegast við að stjórna kór? Það skemmtilegast að stjórna barnakór. Því það svo gaman að vera með krökkum þegar þau syngja og mér fannst bara svo gaman að vera með krökkunum inn í stofu. Þau voru alltaf að læra eitthvað nýtt og eitthvað erfitt og alltaf urðu þau alltaf betur og það var alveg ótrúlega gaman. Og það var svo gott. Ég var með krakkana, sérstaklega þegar við vorum að fara til útlanda. Þegar þau voru öll svona einsklædd, þá gat ég alltaf séð þau. Komdu, ekki fara langt frá, kom í röðina og þá gat maður passa þau svo vel. Og við notuðum þennan kórjakka, allir krakkarnir voru sett í svona jakka, sérstaklega þegar við fórum til útlanda. Og ég held að þessi jakki sé búinn að ferðast allt Ísland og hann ábyggilega búinn að fara til meira en 30 landa. En við þykir rosalega vænt hann. Svo hef ég með eina spurningu sem ég langar rosalega mikið að vita. Hvað uppáhaldslagið þitt? Uppáhaldslagið mitt verður alltaf það sem ég að syngja. En í dag held ég að ég myndi segja
Maístjarnan. Það var eiginlega svolítið þjóðsöngur Kársnesskóla og við elskuðum að syngja þetta lag. Hvernig tilfinningin að vera heiðursverðlaunahafinn sagna í ár? Ég var svolítið hissa því ég var spurð og ég meiri sér hringdi vinkonu mína og spurði, ekki betra að finna einhvern annan? En svo fór ég að hugsa, ég ætla bara að taka við þessum verðlaunum fyrir hönd allra annarra barnakóra stjórnenda á Íslandi og fyrir hönd allra annarra barnakóra á Íslandi. Það okkur einstakur heiður og mikil ánægja að afhenda þennan gullsvan í ár. Bjóðum heiðursverðlaunahafa sagna árið 2025 velkomna á svið. Þórunn Björnsdóttir. Vinir, kærar þakki fyrir þessa fallegu og óvæntu viðurkenningu og ég þakka innilega samtökum barnamenningu þennan stórkostlega heiður sem ég ætla að fá að deila með öllum öðrum barnakórastjórnendum. Ég ger afskaplega vænt að vekja athygli á starfi barnakóra, ekki síst að vekja athygli á því mikilvæga tónlistaruppeldi sem fer fram í kórum allt land. Það vill þannig til að það eru þúsundir barna allt land sem syngja í kórum og þessi börn, þau fá tækifæri til þess að upplifa þá einstöku gleði sem fylgir því að syngja í kór. Barnakór nefnilega ekki hrúa einhverju krökkum inn í einhverju stofu, heldur þetta samfélag sem börnir sem mynda á kóræfingum, samfélag þar sem allir kórfélagar skipta máli og það vita allir sem hafa sungið með börnum að syngjandi barn hamingjusamt barn. Það ekkert flóknara það. En okkur vantar fleiri barnakóra og okkur vantar fleiri kórstjóra til þess að gera samfélagið okkar miklu skemmtilegra. Það nefnilega bjargföst trú mín að með því að stórefla allt barnakórastarf, það getum við bætt líðan og félagsfærni svo margra barna og leið þá erum við að varðveita tungumálið okkar. Íslenskuna. Því þau læri ekki bara ógrunna öll af lögum og ljóðum á kóræfingum, heldur þróaði með sér sjálfstraustið, samvinnuna og samkenndina og það fátt mikilvægara. Ég var svo heppin að vinna alla mína starfsævi í syngjandi skóla með skemmtilegustu börnum sem hægt að hugsa sér með frábærum skólastjórnendum sem öll vildu hafa kór í skólanum sínum og með samkerum sem studdu kórinn í öllu sem við tókum okkur fyrir hendur. Takk, elsku Kársnesskóli, fyrir að halda áfram að vera syngjandi skóli. Ég þakka núverandi skólastjórnum mínum, Björgu og Dagmari, fyrir að vera með mér hérna í kvöld. Og elsku Þóra mín og elsku Álfheiður, takk fyrir að halda áfram og taka við keflinu. Ég svo stolt af ykkur. En síðast en ekki síst, þá vil ég þakka öllum þeim þúsundum barna sem hafa verið hjá mér í kór. Ég hef ekki getað að hugsa mér skemmtilegri ævistarf. Takk fyrir. Þórunn! Við erum að gleyma. Þórunn, getur þú komið aftur upp á sviðið? Nei, allt í lagi, hún má sitja, því þetta svolítið sérstakt. Kemur pínu svona óvart. Við vitum hvað uppáhaldslagið þitt, Maístjarnan, og hér kemur Maístjarnan. Í sérstökum flutningi, sérstaklega fyrir þig. En ég veit
Pétur Ómar sestu glaður, það